stór hluti vaxtavandans okkar heimatilbúinn og hefur ekkert með gjaldmiðilinn að gera. Það hefur einfallega með það að gera að við erum að hækka launum 6-7% eða það meira á ári og hagfræðin segir okkur einfallega að það býr til verðbólgu. Ég hef margoft rifist við Villa Birgis eða fleiri þetta en þið auglýsa bara það svo kjánalegt að þurfa að vera í umræðum aftur og aftur og aftur hið augljósa. Við sjáum bara að við getum skoðað okkar eigin hagsögu 30, 40, 50 ára aftur í tíman og séð að þetta bara veruleikin okkar, þar að segja launahækkanir hafa drifið hér verðbólgu og það algjört og kýrskýrt samhengi á milli þeirra launahækkana sem hafa verið og þeirra verðbólgu sem við höfum upplifað. Hagfræðin bara mjög einföld í þessu samhengi, launahækkanir umfram framleiðniaukningu, jafngilda verðbólgu og það okkar veruleiki. Við tökum bara meðal verðbólgu til 30 ára, rétt tæp 5%, meðal launahækkanir yfir sama tímabil rétt tæp 7% og mismunurinn framleiðni vöxturinn okkar að meðaltali á ári yfir þetta sama tímabil. Við getum hort á Norðurlöndin og séð að það sama upp á teningunum þar, nema þau hafa bara hækkað launin miklu minna, verið með svipaða, kannski ívið minni framleiðniaukningu yfir sama tímabil en langt lægri verðbólgu og þar með langt lægra vaxtastig. Þetta bara hagfræði 101 og það umhugsunarefni að við séum endalaust að rífast það. Því að það alveg sett að velta fyrir sig hvort að sólin komi upp á morgun eða hvort að þyngdarlögmálið sé ennþá í gildi. Þetta bara frekar augljósar hagfræðilega staðreyndir sem eiga við hér sem annars staðar. Þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þennan stutta bút. Þú getur nálgast þennan þátt og allt efni hlaðvarpsins Ein Pæling á pardus.is/ein pæling.